Ég heiti Björn Þorláksson og ég er upplýsingafulltrúi Umhverfisstofnunar með starfsstöð á Akureyri. Ég hef mikil samskipti við blaðamenn, fjölmiðla, séum fréttir og stóran hluta heimasíðu og annað slíkt. Einnig er ýmiss konar útgáfa sem ég ýmist stýri eða tek þátt í. Það eru rétt 4 ár síðan að ég sá auglýsingu þar sem þetta starf var auglýst. Þess var getið í auglýsingunni að það væri hægt að sinna þessu starfi frá allmörgum stöðum á landinu. Mig grunaði aldrei að það væri hægt að fá þetta starf hingað norður af því að ég þóttist vita að starf upplýsingafulltrúa væri þess eðlis að það yrði að vera þar sem dýnamíkin mest, það er í höfuðstöðunum, með forstjóra, sviðstjórum og öðrum þeim sem taka flestar ákvarðanir. En ég ákvað samt að láta slag standa. Og síðan eru liðin 4 ár og þótt þetta kalli á kannski að sumpart öðruvísi áskoranir heldur en að vera allir séu alltaf undir sama þaki, þá gengur þetta ágætlega. Og það er gaman að geta þess að við erum hér 12 á starfsstöðinni á Akureyri, við erum í 6 ólíkum teymum. Þannig að störf okkar eru fæstra bundin eitthvað við nágrennið. Fjarfundatæknin, hún er algjört lykilatriði í þessu. Þannig að það eru mjög margir tölvupóstar, símtöl, myndsímtöl, fundir, reglulegir og óreglulegir. Það er algjör lykill að því að missa ekki tengsl, ef maður getur sagt sem svo, við fólk. Ég tel mig mjög þakklátan að geta unnið svona lifandi og skemmtilegt starf, en samt kosið þann fjölskyldulífstíl sem er á Akureyri og svona þau rólegheit og kyrrð og alla náttúruperlunar sem eru hér í þessari frægu 7 mínútna fjarlægð. Ég kynntist konuna minna árið 2004. Hún er 101 pía. Hafði meira segja alist upp í Arabíu, stóran hluta ævi sinnar. Hún kom mér mjög á óvart þegar við kynntumst og hún sagði: "Þú ert ekkert að fara að flytja suður til mín, ég er að flytja norður til þín." Hún hefur svolítið kennt mér að meta gæði Akureyrar umfram það sem ég hafði áður áttað mig á. Það er til dæmis tengingi við náttúruna. Hún er náttúrulega sterkari hér heldur en þar sem fólkið er flest og það sem er meira þéttbýli. Það er líka ákveðin mórall sem að hendar mjög vel svona uppeldi og fjölskyldu aðstæðum. Það er ákveðin kyrrð, en það er líka ákveðin dýnamík. Og listalíf og annað er nægilega gott til þess að maður þarf ekki að fara hverja helgi suður á tónleika. Mér sýnist að Plágan hafi kennt mörgum það að fjarfundir og fjarvinnsla getur komið í staðinn fyrir nærveru af því tagi að allir mæti á einn vinnustað. Ég sé að það er að verða til svona ný hugsun.